Útsendri dagskrá 7. lið fundarins sem umræða árshlutauppgjör Reykjavíkurborgar janúar til júní árið 2016 og þá tekur hv. borgarstjóri fyrstur til máls. Forseti, ágæta borgarstjórn, það hefur væntanlega ekki farið fram hjá neinum að árshlutauppgjör borgarinnar Reykjavíkurborgar samstæðurinnar allarar var lögð fram 25. ágúst í borgarráði og kynnt í Kauphöll sama dag. Meginniðurstöðurnar eru jákvæðar ef svo má orði komast. Rekstur A-hluta var jákvæður 490 milljónir og það í raun nokkur betra en áætlun gerir ráð fyrir. Við eigum því að venjast að fyrri hluti árs sé ögn lakari en síðari hluti árs og það var gert ráð fyrir því áætlun að niðurstaðan yrði neikvæð 300 milljónir á tímabilinu. Þannig að þessi niðurstaða 800 milljónum betri en gert var ráð fyrir. Skýringarnar eru stóru hluta þær að hagræðingaraðgerðir sem áætlaðar voru að myndu skila 604 milljónum skiluðu 611 en skatttekjur voru líka heldur hærri heldur en áætlanir gerðu ráð fyrir. Það þó aðeins erfitt að bera saman skatttekjurnar milli ára vegna þess að álagningin eftir á álagningin sem oft kemur á seinni hluta árs kom þarna í júní þannig að það voru gerðar svona leiðréttingarfærslur til þess að hafa þetta sem sambærilegast. En þetta fagnaðarefni að hagræðingarverkefnið virðist vera að ganga eftir. Ef við dveljum aðeins við A-hlutann samt þá held ég að það verði að halda það til haga að hluti af þessu sterka uppgjöri að tekjur á bingarétti og gatnagerðargjöldum og sölu eigna að ganga eftir. Það ekkert sjálfgefið á síðari hluta árs, við verðum að halda áfram vel á spilunum og ég myndi nú nefna það sem kannski áhættuþátt á seinni hluta árs frekar en útsvarstekjurnar eða annað tekjumegin og svo þetta skiptir máli að hagræðingarverkefnið haldi áfram að vera í takti og það sérstaklega gert grein fyrir hvernig það gengur í fylgigögnum með árshlutauppgjörinu. Nú ef við horfum á samstæðuna þá býsna afgerandi og sterk niðurstaða þar líka. Það rekstur samstæðunnar í jákvæður 10,6 milljarða. Má segja Orkuveitan og félagsbústaðir skipti því á milli sín en stóru tölurnar á félagsbústaðum tengir samt ekki krónum í kassan heldur endurmati á verðgildi fasteignanna sem í eigu þessa allavega þetta stærsta leigufélag landsins þegar kemur að íbúðarhúsnæði en Orkuveitan líka að skila mjög sterku uppgjöri eins og raunar jafnar núna síðustu misseri en þó auðvitað hlutir sem ekki beinlínis að valda okkar eins og álverð og annað afleiðusamningar sem sveifla rekstrarniðurstöðu Orkuveitunnar býsna mikið. Ég gat ekki látið hjá líða að fara aðeins yfir 6 mánaða uppgjörið hérna því að fjármál borgarinnar hafa verið töluvert til umræðu bæði á árinu og rétt að gera borgarstjórn grein fyrir hvernig þessu vindur fram. Það ekki formleg útkomuspá sem fylgir 6 mánaða uppgjörinu, það kemur hins vegar með 9 mánaða uppgjörinu. Það raunar ekki væntanlegt venju samkvæmt fyrir undir lok árs. Þannig að næsta sem við munum sjá þá útkomuspá sem mun fylgja framlagningu fjárhagsáætlunar kringum 1. nóvember. En mánaðarleg uppgjör eru lögð fyrir óendurskoðuð í trúnaði í borgarráði þannig að borgarráðsfulltrúar geti fylgst með hvernig gengur með reksturinn mánuði fyrir mánuð en með umtalsverðum fyrirvörum. Ég fús til þess að svara spurningum eftir bestu getu en áskil mér rétt til að
afla skriflegra svara ef að það eitthvað sem ekki með hendina. Háttvirtur borgarstjóri hefur lokið máli sínu og þá tekur Halldór Halldórsson, borgarfulltrúi, næstur til máls. Já, forseti, góðir borgarfulltrúar. Borgarstjóri fór stuttlega yfir 6 mánaða uppgjöri sem við fórum líka yfir í borgarráði alveg ágætlega og þar bókuðum við borgarráðsfulltrúa Sjálfstæðisflokksins að það mætti merkja ákveðin viðsnúning í rekstrinum sem er auðvitað ekki annað hægt en að gleðjast yfir að það sé ákveðin viðsnúningur í rekstrinum og komin tími til því að þetta eru búin að vera ansi mörg ár með halla. Það eru auðvitað, við verðum samt að hafa í huga að það eru auðvitað þarna ákveðni þættir sem að við áttum okkur kannski ekki á fyrir í 9 mánaða uppgjöri, jafnvel ekki fyrir að árið liggur fyrir í heild sinni, því að það eru auðvitað tilfærslur á milli tímabila. Segjum sem svo að eftir á greitt útsvar hefði samkvæmt venju verið fært í júlí, þá værum við að sjá 1,5 milljarð, 1,5 milljarði minni tekjur fyrstu 6 mánuðina og þá værum við að sjá uppgjöri með tapi á aðhlutunum. Líka hafa í huga að eins og kemur fram í 6 mánaða uppgjörinu að rekstrarniðurstaða samstæðunnar, hún er 5,3 milljónum betri en áætlað var, en höfum í huga að 5,6 milljarðar eru bara í rauninni svona fróðufærsla sem að endurskoðendur kalla stundum svo. Það er að segja að matsbreyting fjárfestingaeigna eins og það er kallað, hækkun á íbúðum í eigu félagsbústaða er upp á 5,6 milljarða. Það tekjufærist og eignfærist. Auðvitað er þetta engin innistæða fyrir þessu því að borgin er auðvitað ekki að fara að selja þessar eignir. Það vantar fleiri slíkar eignir því að það er biðlisti eftir félagslegu húsnæði í borginni. Skulum líka hafa í huga að útsvari er 575 milljónir umfram það sem áætlað var og ég nefndi hér fyrir dag í annarri ræðu hér í borgarstjórn. Og það eru auðvitað ekki annað hægt en að fagna því að tekjur séu umfram áætlun sem að segir okkur líka það að það undirstrikar svolítið þá umræðu sem var hér fyrir í dag þegar við ætluðum að taka umræðu skólamálin en ræddum minnst skólamálin að við erum ekki bara að tala tekjuvanda hjá borginni, við erum að tala útgjaldavanda í rekstrinum. En það er hins vegar jákvætt að sjá það að minnsta kosti fyrstu 6 mánuðina er þó þessi niðurstaða með þeim fyrirvörum sem ég nefni hérna, 1,5 milljarður er færður í júní en ekki í júlí. Ég held að hafa engin áhrif á niðurstöðunni í heild sinni og ég vona ekki. Ég vona að við fáum sem mest út rekstrinum á þessu ári að sjálfsögðu því að okkur veitir ekkert af. Við þurfum fjármagn í að greiða niður skuldir og við þurfum fjármagn í það að bæta grunnþjónustuna eins og tala var hér fyrir í dag. Þannig að ég ætla að láta þetta nægja yfirferðin minni 6 mánaða uppgjörið og muniði endilega eftir þessum fyrirvörum. En við skulum bara vona það að þetta haldi áfram út árið og við verðum með góða rekstrarniðurstöðu á þessu ári. Það er eiginlega ekki hægt annað með við þá tekjuaukningu sem er að verða í samfélaginu. Halldór Halldórsson, borgarfulltrúi, hefur lokið máli sínu. Fleiri hafa ekki hvatt sér hljóðs. Jú, Sveinbjörg Birna Sveinbjörnsdóttir er næsta mælendaskrá. Frú borgarstjóri, ágæta borgarstjórn. Ég skal alveg viðurkenna það var ánægjulegt að koma tilbaka aftur úr fæðingarorlofi og sjá að það hefur bara átt sér stað viðsnúningur í rekstri aðalsjóðs Reykjavíkurborgar. Og ég ætla bara að eigna mér bara það næstu því alveg alein sko. Og það er nefnilega þannig, það var ekki að því fór í fæðingarorlof sko. Það var nefnilega þannig að þegar ársreikningurinn lá fyrir fyrir 2014 þá voru við ítrekað í Framsókn og flugvallavinir
að hvetja til þess að það settur saman aðgerðarhópur í hagræðingarskyni. Og við gáum meirihlutanum tíma og gáum henni sumarfrí og ekkert gerðist og við ýttum á eftir þessu í september 2015 að þetta færi í gang og þetta fór þá loksins í gang. Síðan settum við fram tillögu 3. september að það þyrfti að fá utanaðkomandi rekstrarráðgjafa. Tillagan var samþykkt þó svo að það hefði verið tillaga meirihlutans því hún var bara örlítið breytt svona eins og Kjartan fór, ég ætla ekki eða tíman að fara í ferli sem Kjartan fór útskýrður fyrir okkur hvernig góðar tillögur minnihlutans eru gerðar að tillögur meirihlutans með breytingum. Þannig að þessi utanaðkomandi rekstraraðili sem að koma að aðstöðuna meðan ég var í fæðingarorlofi, hann hefur gert alveg kraftaverk sko. Þannig að þarna sést enn og aftur mikilvægi þess að við í minnihlutanum sýnum meirihlutanum aðhald og komum fram með tillögur þó svo sé erfitt að viðurkenna sé að koma frá okkur. Þannig að ég búin að koma tvisvar sinnum upp í áður þegar við erum að fara yfir ársuppgjör Reykjavíkurborgar og tala ákveðnar fróðutölur og náttúrulega bara endurmatstölur eins og að skila sér í heildaruppgjörinu og ég ætla ekki að fara í það, ég vil bara tala aðalsjóðan, það bara fínt sko. Það mjög gott að hann sé plús, jafnvel þó að það sé einhverjar breytingar og tekjustofnum á milli ára. Ég ætla bara að vona að framhaldi sem horfir. En ég ætla aftur að taka það, ef það verður tap, á heildarárinu, þá ég væntanlega að éta honum með að þetta sé okkur að þakka að þið hafi ráðið ráðgjafa inn til þess að aðstoða ykkur og orðið við því að setja upp svona hagræðingarhóp. Vinna nefnilega, þetta sýnir að vinna allra þegar við komum saman, hún borgar sig. Það nú bara þannig. Og við getum svo sem alveg vonað að bara Guð og lukkan hefði styrkt þessu þannig að þetta hefði annars bara verið plús í aðalsjóð. Það sem aftur á móti, ég vil vekja athygli á, og ég sleppi þá að fara upp í fundargerðum eftir undir þeim liði að minnsta kosti, sem sagt það. Og það það sem allir borgarfulltrúar inni verið að taka til sín og ég hef rætt í borgarráði, það að í athugasemdum fjármálaskrifstofu með þessu árshlutauppgjöri eru gerðar athugasemdir út frá samþykktum lögum opinber fjármál. Og þar erum við sérstaklega hvött til þess að vera á varðbergi gagnvart breytingum á fasteignaverði, vegna þess að það hefur svo gríðarlega mikil áhrif bara hverja litla sveiflur sem þar verða á uppgjör heildarinnar. Vegna þess að bara á 6 mánuðum er búið að endurmeta fasteignir félagsbústaða 5 milljarða. Við vorum líka með endurmet síðast og þar aður, en 5 milljarðar fyrstu 6 mánuðum, það bara slatti í tölu sem ekkert nema endurmat. Af því þetta náttúrulega ekki raunverulegir peningar í kassan því við erum ekkert að fara og henda þessum eignum út á markaðinn. Þannig að ábendingar fjármálaskrifstofu mjög góðar og ég leit svo á að með þessari ráðstefnu sem ég held að borgarstjóri hafi ráðstefnu þessari erindi sem að borgarstjóri stóð fyrir, var það ekki í Höfða, einmitt efnahagsmálin og fá hagfræðinga til þess að koma og tala ykkur, var bara mjög mikilvægt. Það virðist skipta kannski voðalega litlu máli þó svo við séum að tala af reynslu hagmálefni og gegnsæja verkferla, þá oft ekki hlusta nema þessi sérfræðingur sem komi. Þannig að ég bara hvet okkur öll til þess að vera á varðbergi. Það eru blikur í lofti, það að fara að eiga sér stað breytingar, kosningar í uppsiglingu. Það hefur alltaf ákveðin skjálfta í för með sér, hvort sem það á lánamarkaði, vaxtamarkaði, fasteignamarkaði, gengismarkaði. Þannig að ég vil bara hvetja okkur áfram til góðra starfa, hvetja meirihlutann til þess að líta jákvætt á það tillögur, en enn og aftur, 3 mánuðir á því að fá samþykkt tillögur sem snúa jafn einföldum hlutum eins og hagræðingahópi og utanaðkomandi rekstraraðila of langur tími. Það hljótum við bara öll að vera sammála um. Takk fyrir. Sveinbjörg Birna Sveinbjörnsdóttir, borgarfulltrúi, hefur lokið máli sínu. Þá hafa ekki fleiri hvatt sér hljóðs og umræðu lokið.